Þetta eru hraðfréttir, það komið að talna hluta þáttarins. Jóhann Alfreð sjálfsögðu í verkfalli og þau hefur fengið Boga Ágústsson, þann talnaglögga mann til að fara yfir nýjustu tölurnar í pólitíkinni. Hvað eru þær að segja okkur, Bogi? Takk fyrir Sigmundur Ernir og gott kvöld áhorfendur góðir. Þetta alveg augljós, Sigmundur. Þú lítur á þetta hérna, þá þróunin frá því í apríl 2013. Bogi, þetta eru hraðfréttir. Viltu fá almennilegt eða? Þarf ég að gera allt í þessum þætti? Ég meina, það ekkert rosalega flókið að segja frá þessu. Við erum að tala 33,1% fylgi við ríkisstjórnina og þessi tala nú bara nokkurn veginn augljós, Bogi. Það þarf ekkert að vera lengja alla ræðuna og taka þetta eins og í gamla daga. En ekki eitthvað gott í þessu fyrir ríkisstjórnina samt? Bara fínar tölur fyrir ríkisstjórnina. Ég skulle bara segja það. Miðað við RÚV, sem þú ættir að þekkja, þá þessar tölur miklu betri heldur en aðal þættirnir á RÚV. Ríkisstjórnin vinsælli heldur en allir þættir RÚV og þar meðal til dæmis hraðfréttir sem miðað við ríkisstjórnina náttúrulega bara hreinn viðbjóður. Þannig að þið á RÚV ættu að skammast ykkur fyrir lélegt áhorf miðað við vinsældir ríkisstjórnar og miðað við þetta þá ættir þú að lesa bara til dæmis næsta inngang. Ég tek út refsinguna, Sigmundur Ernir. Það eru skiptar skoðanir á nýjustu gerðum farsíma á Íslandi í dag. iPhone 6 og LG G3 eru án efa allra heitustu símarnir og keppast hilli notenda. Hinn nautsterki Hafþór Júlíus ekki bara sterkur, heldur hann einnig mikill áhugamaður farsíma. Randver Þorláksson með þessa frétt. Ég sjálfur hef alltaf verið mikill iPhone maður, hef alltaf átt iPhone, en ákvað að prófa nýlega LG G3 síman. Selfie sko, það er alveg magna sko, þú sér þetta sko, sjá hverju myndalegir. Hvað segir hann? Þetta er miklu betra fyrirtæki. Ég áttur það sko, ég svo uppfylltur að gír hérna maður, komum! Hafþór! Rólegur, þú skilur ekki, þú er svo gaman, þú er á snöpp. Erum við ekki bara að tala um síðan? Nei, Hafþór!